Við ræðum einnig við Björgu Thorarensen, prófessor í lögum við Háskóla Íslands breytingar á stjórnarskránni og fyrirhugað stjórnlagaþing. En í gegnum tíðina hefur gengið erfiðlega að ná fram nauðsynlegum breytingum á stjórnarskránni. Því stendur nú til að endurskoða stjórnarskrá lýðveldisins í heild á sérstöku stjórnlagaþingi. En þar utan hefur ríkisstjórnin boðað þrennar breytingar á henni og Björg Thorarensen, prófessor við Háskóla Íslands, mun undirbúa þessar stjórnarskrárbreytingar og stjórnlagaþingið ásamt fleirum og hún sest hjá Sigmari. Vertu velkomin. Takk fyrir. Skulum kannski byrja á, ég ætla nú að fá að spyrja þau margt, en byrjum aðeins á þessu stjórnlagaþingi sem svolítið merkileg tilraun sem að menn ætla að fara hérna. Hvernig mögulegt að þetta stjórnlagaþing starfi? Stjórnlagaþing, bara svona grunnhugsunin ef við lítum á hana, hún felst í því að þar safna saman borgarar í einu ríki eða fulltrúa þeirra og ákveða að setja stjórnlög fyrir ríkið, eða sem sé stjórnarskrá eins og við kallum. Og stjórnlagaþing hefur svona ákveðna, það er svona sögulegt fyrirbæri vegna þess að það voru þegar lýðræðisskipulagið var komið á í Evrópu og öðrum ríkjum að þá var það gjarnan þannig á 18. og 19. öldinni að það voru sérstök stjórnlagaþing sem settu ákváðu að semja þessar grundvallarreglur sem að þetta nýja lýðræðisskipulag ætti að byggja á og reglur sem að eru þá, já, svona grundvallargildi sem samfélagi byggir á og það svo kjölfesta sem á að vera í samfélagi sem byggt til framtíðar. Þess vegna skiptir máli að stjórnlagaþing sé eitthvað sem að endurspegla lýðræðislegan vilja og það eru ýmsar aðferðir til þess. Já, það er kannski of snemmt að fullyrða eitthvað það hvaða aðferð verður notuð hérna, en hvað svona helst kemur til greina? Það sem kemur til greina og hefur verið mjög mikið í umræðun og hávær krafa það í ljósi þessara atburða sem að nú hafa orðið, sem að leiða í ljós að núverandi skipulag og núverandi kerfi sem við höfum byggt upp og byggir á þessari stjórnarskrá, það hefur brugðist. Það hefur eitthvað bilað í því hvernig handhafa ríkisvaldsins hafa starfað, hvernig þeir hafa haft eftirlit, hvernig haft möguleikir að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og hvernig sem sé þingi starfar. Ýmsir möguleikar eru sem hafa verið uppi einmitt út af því að borgurunum fyrst þeir hafa mist samband við þetta skipulag og mist möguleika á því að hafa áhrif á það, að þá er hugmyndin mjög svona sterk núna að það séu borgararnir sjálfur sem eru valdir til þess að sitja á þessu stjórnlagaþingi eftir ákveðnum reglum sem gilda það og þeir semji nýja stjórnarskrá. Já, við höfum séð í fjölmiðlum fólk að tala að þetta verði jafnvel dýrt og það var nefnt tölur, menn hafa nefnt tölur eins og þarna yfir 63, það er ekkert búið ákveðið neitt svona. Þetta er allt saman algjörlega opið og þetta er eitt af því sem á eftir að móta. 63 er viðmið sem tekið auðvitað frá löggjafarþinginu, frá Alþingi. Það gætu verið fleiri og hugsanlega færri en þetta er eitt af því sem þarf að móta núna. Það sem er mikilvægast framundan er að setja heimild inn í núgildandi stjórnarskrá til þess að setja á fót þetta stjórnlagaþing sem að verði þá falið þetta verkefni sem er útfært nánar í almennum lögum. Getum við eitthvað metið það núna hvenær það tekur til starfa og hvenær það klárar? Ég tel mjög mikilvægt. Það er vissulega uppi mjög mikil sveifla núna og kraftur og vilji í fólki til þess að drífa þetta af og gangi þetta strax. Ég tel samt mikilvægt að undirbúa þetta mjög vel því að það þarf auðvitað að taka afstöðu til þess einmitt hvernig eigi að velja inn á þetta, hvort það verði persónukjör, hvort það verði samtök sem bjóði fram, það eru margir valkostir uppi. Síðan auðvitað þurfa kosningar að fara fram til stjórnlagaþingsins með einhverjum fyrirvara. Það verður að gefa kost á því að menn bjóði sig fram og ákveða að taka þátt í þessu. Og síðan þarf að undirbúa þingið mjög vel. Náttúrulega það verður sett svona ramma lögjum það hvernig það starfar. En ef það á að ná árangri þá held ég að það verði að vera afskaplega skýrt og ákveðið skipulag og rammi sem þetta stjórnlagaþing starfar á innan. En fyrst og fremst er það þannig að það séu bornar upp nokkra grundvallarspurningar sem verður þá kannski móta fyrirfram. Það þarf að taka afstöðu til stöðu þingsins, stöðu framkvæmdarvaldsins, forsetann sem þjóðhöfðingja og hlutverkans, ábyrgðina ábyrgð stjórnvalda á sínum athöfnum og stöðu dómstólana og svo framvegis. Það þarf að búa til nokkuð skýr atriði sem þarf að taka afstöðu til og halda mig fast utan þetta til þess að þetta nái fram að ganga. Ef að þingi verður kosið kannski í sumar, þá má alltaf það geti tekið til starfa í fyrsta lagi held í næsta haust, myndi starfa allavega veturinn. Síðan þarf að bera niðurstöðu stjórnlagaþingsins undir þjóðina. Þannig við erum að tala svona ferli upp á allavega 1,5 til 2 ár, þannig að allt verði frágengi og tilbúið. Er engin hætt á því að því að þetta er nú nýtt og svona, og þó viljinn sé góður og hugmyndin góð, er engin hætt á því að þetta verður svolítið kaotískt?
Það er alltaf hægt á því ef þetta er ekki undirbúið mjög rækilega og menn séu með alveg skýrar hugmyndur um það hvernig þingið starfar. Það þarf að gerast eftir ákveðnum leiðum, það þurfa að vera auðvitað ráðgjafar og sérfræðingar til þess að aðstoða við að semja texta. Það verður að vanda vel til verks vegna þess að stjórnarskrá er texti sem á að vera kjölfesta og á ekki að breyta nema það sé einhver kannski grundvallar breytingar sem þarf að gera. Þetta skjal hér hefur dugað okkur í stórum dráttum frá 1874 en það er löngu orðið tímabært líka að taka afstöðu til þess en þá það líka að vanda til versins. En nú það er ekki bara þetta stjórnlagaþing. Ríkisstjórnin er nú þegar búin að boða það að það verði gerðar þrennar breytingar á stjórnarskránni. Það er annars vegar á að setja inn hérna auðlinda ákvæði, setja inn ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur og aðferði breytingar á stjórnarskrá með sérstakri þjóðaratkvæðagreiðslur. Legðum nú mat á þetta fyrir okkur. Er þetta eitthvað sem þarf að gerast áður en þetta stjórnlagaþing tekst til starfa eða? Þetta eru breytingar sem að ríkisstjórn leggur áherslu á að komist strax í gegn og eru tiltölulega afmarkaðar og er hægt að raunverulega ganga í ef það eru svona nokkuð skjót handtök og unnið markvisst að því að koma fram frumvarp þetta, þá er mögulegt að setja svona afmörkuð ákvæði þessum toga inn í stjórnarskrána núna. Og þá munu þau gilda fram til þess tíma sem hið nýja stjórnlagaþing setur svo nýja stjórnarskrá. En þessi hlutir hafa reynda verið í undirbúningi umræðu mjög lengi, meðal annars í stjórnarskránefnd sem var skipuð 2005 og ég kom að þá í sérfræðinganefnd og var þá til aðstóðar pólitískri nefnd sem var að fara yfir þessi málefni. Það hefur töluvert mikið verið unnið í þessu, ýmsir valkosti sem eru uppi í stöðunni og ég held að það ætti að vera mögulegt að taka afstöðu til þessara atriða, já, núna á vorþingi, síðan fara fram almennar kosningar og svo þarf nýja þingi að staðfesta þær til þess að verði gilda breytingar á stjórnarskránni. En ef þú útskýrir til dæmis fyrir okkur þetta með að það verði kveðið sérstaklega á auðlindir í þjóðareigninni í stjórnarskránni, af hverju er það mikilvægt? Það er auðvitað eitt af þessum grundvallaratriðum sem skortir í stjórnarskrána hjá okkur og er komið inn í langflesta stjórnarskrár nýrri að það er að taka afstöðu til þess að auðlindir séu í þjóðareign og að það hins vegar það eru ríkisvaldið, framkvæmdavald og löggjafavald sem að ráðstafa þeim en þá með hagsmuni þjóðarinnar í huga og með tilliti til komandi kynslóða og þá er gjarnan vísa til þess að það verði að vera á grundvelli svokallara sjálfbærrar þróunar. Nú líka umhverfismál, þetta er mjög samtvinnað og ég tel skynsamlegt að skoða það líka að þjóðareignin, náttúruauðlindirnar eru þjóðareign og það verður líka að hafa þeir í huga að þeim verði ekki ráðstafa varanlega til einkaeigu og það er meðal annars hvatinn að því að það er mikil vilja því að koma því á núna. En síðan þarf að tengjast þessu varðandi meðferð auðlindina ýmis ákvæði tengt þessu sem að fjallar rétt manna til heilbrigðs umhverfis, rétt manna til þess að hafa áhrif á það hvernig umhverfisframkvæmdir ýmsar eru ákveðnar og þannig að þetta er svona stærri mynd sem ég tel eðlilegt að koma inn núna og getur auðveldlega að mínum að ná samstöðu það vegna þess að nú er mikill vilji til þess að ná samstöðu þetta og þessi grunnatriði sem er hægt að koma í gegn núna og síðan að taka þessi stærstu grundvallaratriði í vinslu á stjórnlagaþinginu. Bara áður við förum úr þessu auðlinda ákvæði, breytir þetta ákvæði einhverjum, til dæmis það sem að mikið hefur verið deilt í samfélaginu undanförnum áratugum sem er kvótakerfið. Ef þú rammar það aðeins saman við þetta ákvæði, breytir það einhverju? Fyrst og fremst tryggir þetta ákvæði að kvótinn eða fiskurinn í sjónum verði aldrei viðurkennd varanleg eign þeirra sem fara með veiðiréttindi núna. Það liggur fyrir í framkvæmd dómstólana, því hefur verið slegið föstu að það geti engin öðlast varanlegan eignarrétt yfir þessum auðlindum. Það kemur meðal annars fram í ákvæði fiskveiðistjórnarlaga að fiskveiðiauðlindin sé sameign þjóðarinnar. En þetta hnekkir á því, ef það tekið fram að það verði aldrei varanlega afsala slíkri auðlind til einkaeigu, að þá hnekkir stjórnarskráin á því og tryggir að það öðlist ekki þann sess, þau veiðiréttindi og kannski þeir svona ákveðnu eignarréttindi sem hafa myndast núna, en þau verða ekki varanleg. Löggjafinn getur ávallt tekið þetta upp og endurskoðað eftir þeim leiðum sem eru tækar hverju sinni. En það er ekki skilningur manna í dag sem sagt að þessi eignarréttindi sem eru kvóti núna, hann er ekki varanleg þeirra sem eiga núna? Ekki varanleg, það eru ákveðin eignarréttindi fólkin í þessum veiðiréttindum og það snúast nú deilurnar hvernig og með hvaða hætti eigi að endurskipuleggja þetta kerfi sem vissulega felur í sér skerðingu á eignarrétti sem hefur skapast en það er ekki verið að svipta menn eignum vegna þess að þetta er ekki orðin varanlega eign, fiskurinn í sjónum eða auðlindin vegna þess að það er þjóðareign og
stjórnarskráin myndi staðfesta það með þessu ákvæði. Já. Rendu núna aðeins yfir þær breytingar sem að þú vilt sjá. Ég meina, það verið að tala mikið að þingið sé áhrifalítið hérna á Íslandi þegar alltaf í hvers skipti sem að forseti Íslands gerir eitthvað eða gerir eitthvað ekki, að þá verða deilur það, hvernig að túlka stjórnarskráin í því. Stjórnarskráin mjög vandtúlkuð vegna þess að hún geymir svo margar, hún svo, uppsetning hennar mjög óskýr, hún byggir í grunninn á þeirri stjórnarskrá sem við fengum 1874, það sem gert ráð fyrir konungi og konungur og stjórn fara saman með framkvæmdavald og konungur og þingi með löggjafarvald. Annar kafli stjórnarskrárinnar sem fjallar framkvæmdavaldið, hann mjög óskýr, hann mælir fyrir að forseti fari með framkvæmdavaldið, hins vegar ljóst þegar maður skoðar önnur ákvæði að það gerir hann eingöngu þegar ráðherra raunverulega framkvæmir það vald. Forseti hefur þannig ekkert formlegt vald, framkvæmdavald. Þetta ákvæði sem mjög óskýrt og þessi kafli allur og þyrfti að bara taka skýrar af skarðum það hvernig þessu valdi háttað. Þannig að þetta sé auðleysanlegt líka bara fyrir fólki sem að lögin eru sett fyrir. Annað sem óskýrt og þyrfti að taka af skarðum líka handhöfn forsetans á löggjafarvaldi. Þá komum við að þessu umdeilda ákvæði um þennan málskotsrétt forsetans sem einu sinni hefur reynt á. Það þyrfti að skýra miklu betur ef menn vilja á annað borð hafa hann inni, hvernig þessi ferill til þess að koma málum í þjóðaratkvæðagreiðslu. En grunnatriðið í endurskoðun stjórnarskrárinnar á stjórnlagaþingi að skerpa á valdi og stöðu þingsins. Hér hefur auðvitað viðgengist lengi eins og menn þekkja, þingræðið hér virt, en það virkar þannig að hér eru sterkar meirihlutastjórnir og þær hafa, eins og stundum við kalla meirihlutalýðræði, hafa geta komið fram málum án þess að verulega taka kannski eðlilegt tillit til eða ná sáttum við minnihlutann. Þetta býr til miklar andstæður og þannig andstæður að minnihlutin aldrei í samningsstöðu. Ein leið til þess að koma í kring svona meiri sáttum mál sem fari í gegnum þingið og þingið geti ráðið meiri það sem sé þingið allt en ekki bara meirihlutin, það að gefa möguleika á því að til dæmis minnihluti þingsins hafi úrræði til þess að skjóta til þjóðarinnar umdeildum málum. Þannig dæmi þekkjum við frá Danmörku. Og þar þetta ekki, það mætti halda að þá sé alltaf upp í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, verðum við þá ekki að kjósa bara aðra hverja viku eða? En þetta þýðir bara að aðstaða þingsins til þess að ná sáttum mikilvæg mál og þannig áhrif þingsins sem slíks miklu meiri heldur en að ríkisstjórn leggi fram frumvarp sem búið að samþykkja í þingflokkum og síðan það einfaldlega bara samþykkt af meirihlutaflokkunum á þinginu. Þannig að það skortir á svona að staða þingsins nægilega sterkt gagnvart framkvæmdavaldinu á þessu leyti og það líka önnur spurning sem stjórnlagaþingið þarf að taka afstöðu til, hreinlega aðskilja framkvæmdavaldið og þingið. Jafnvel, einn kostur að kjósa framkvæmdavaldið beint, sem kannski svo róttækasta tillaga og gengur nær þessu bandaríska fyrirkomulagi, á meðan að Evrópuríkin flest sem við berum okkur saman við, hafa þetta skipulag ekki öll en mörg hver, að það gildir þessi þingræðisregla, ráðherrar eru ábyrgir fyrir þinginu en þingið þarf þá að vera nægilega sterk til þess að sækja það til ábyrgðar og það skortir verulega á það hér. Já, og með þessari heimild mögulega til þess að skjóta til þjóðaratkvæðis og þurfi ekki meiri atkvæðavægi í það að þá þeir konur í samningsstöðu gagnvart meirihlutanum. Það ein leið til þess að ná fram þessu viðhorfi að þingið eigi sjálft að taka sjálfstæðri afstöðu til mála heldur en bara það sem kemur frá framkvæmdavaldinu ríkisstjórninni. Þú hefur líka nefnt það að utanríkismál hafa ekki nógu mikið vægi í stjórnarskránni. Já, það alveg augljóst og einmitt í þessum gamla kafla framkvæmdavaldið ákvæði utanríkismál mjög gamalt og raunverulega óbreytt frá dönsku stjórnarskránni 1874. Það segir einfaldlega að forseti lýðveldisins gerir þjóðréttarsamninga sem þýðir framkvæmdavaldið gerir þjóðréttarsamninga og suma samninga þarf að leggja til samþykkta fyrir þingið. Og þetta það sem að gerist þegar að þingið gerir með ályktun samþykkt fyrir því að ríkisstjórnin fullgildi samninga. Hins vegar staðreyndin sú að áhrif þingsins á margvíslegt annað sem tengist utanríkismálum engan veginn tryggð í stjórnarskránni og þá ég að tala umdeildar ákvarðanir sem að framkvæmdavaldið tekur í alþjóðlegum samskiptum sem að hafa alltaf meira og meira vægi hér inn á allt okkar innanlandskerfi. Þingið hefur enga formlega aðkomu að því að það þurfa að bera undir ákveðin atriði, það þurfa að bera undir það til dæmis mikilvægar utanríkispólitískar ákvarðanir að borð við yfirlýsingu að styðja stríðsrekstur sem við þekkjum nú dæmum. Það eru óskýr ákvæði í þingskapalögum utanríkismálanefnd þar sem hún hefur mjög óljóst hlutverk og ég tel nauðsynlegt að koma utanríkismálanefnd sem svona ákveðnum svona geranda inn í
ákvæði stjórnarskrárinnar þingið, þannig að hún hafi hlutverki að gegna og það séu skyldur til þess að bera undir hana ákveðnar ákvarðanir, þannig taki þingið afstöðu til þeirra. Annað varðandi utanríkismál klárlega að við þurfum að taka afstöðu til þess hvort að við erum tilbúin að framselja hluta ríkisvalds til alþjóðastofnana. Eins og við þurfum að gera ef við ætlum að ganga inn í ESB. Einmitt, það er augljósasta dæmið. Öll ríki í kringum okkur og jafnvel stjórnarskrár sem voru settar bara strax eftir seinni heimsstyrjöldina settu ákvæði sem gerðu mögulegt að taka afstöðu til svona atriða og að framselja ríkisvald og þá með þeim möguleika að það færi undir þjóðaratkvæði eða sérstökum auknum meirihluta þingsins. Við verðum að eiga þennan valkost inn í stjórnarskránu vegna þess að þetta eru knýjandi spurningar sem við stöndum frammi fyrir og afstæðan til dæmis Evrópusambandsins. En við verðum þá að geta tekið afstöðu til þess að kjósa að þjóðin vilji fara í þetta samstarf og setja skýrt ákvæðin þetta inn í stjórnarskránu. En svona lokum, þetta stjórnlagaþing, við vitum ekkert hvað kemur út úr því. Getur komið út einhver alveg gjörbreytt stjórnskipan út úr slíku? Áttu von á því? Ég held að við verðum að halda okkur við grunnhugsunina sem við viljum lýðræði og við viljum að það sé staðfest að það valdi sem kemur frá þjóðinni. Ég held að þetta sé grunnhugsun sem allir eru sammála og ég held að við ætlum ekki að breyta út af lýðveldis hugmyndinni heldur. Við ætlum að kjósa okkur þjóðhöfðingja, hvort sem það verður forseti í því skipulagi sem við höfum núna eða einhverju annarri mynd. Ég held að þetta séu grunnatriðin. Ég held við viljum líka hafa 3 þætti ríkisvaldsins, framkvæmdavald og löggjafarvald og dómsvald sem að hafa ákveðin valdmörk og tempri vald hvers annars. Þetta eru grunnhugmyndirnar sem við munum byggja á áfram. Við viljum hafa mannréttindi, ákveðin kafla sem helgað mannréttindum, sem eru talin þessi grundvallarréttindi sem ríkisvaldinu ber að virða. Þær leiðir til þess að ná þessu, það er það sem að stjórnlagaþingið ætlar að fjalla og það eru ýmsir kostir í því og það er svona stóra spurningin sem stjórnlagaþingið stendur frammi fyrir en þessi grundvallaratriði munu vafalaust halda sér. Já, takk fyrir komuna. Takk fyrir.